Komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpið Söguskoðun. Andri Jónsson heiti ég. Ólafur Hersir Arnaldsson heiti ég. Við erum hér einaferðina komin saman aftur. Ólafur, og hvað segir þú gott í dag? Ég segi allt gott, ég hress og alltaf gaman að koma inn í þáttinn og geta fara að tala um sagnfræði. Þú varst einmitt að segja mér að þú varst ekki hress í dag. Nei, ég var það ekki á það. Já, það var að fylgja sögunni. Ég satt á Sumbli hérna í gærkvöldi og sá bara einhverja 4 tíma í nótt og ég var svona hálfa eyðilegur þegar ég vaknaði morgun og búin að vera að vinna því allan dag svona. Þarna, hvað maður að segja, drekka nú mikið vatn og svona, koma mér í gang. En þarna, ég þetta hress núna, sko. Nei, ég þetta merkilega hress núna. Ég getur þetta alveg viðkynnt að þegar fyrir svona klukkutíma síðan þá var ég alveg hugsað að það var gott að fara bara að sofa en nei, ég er nú búin að vakna núna þannig að já, ég bara harkar þetta alltaf af sér harkar þetta af sér hvað gerir maður ekki fyrir hlustendur nákvæmlega og já, við erum komin líka aftur til þess að ræða saman sögur og sagnfræðileg málefni svo alltaf á þessu ágæta sunnudagskvöldi það komið nóvember 2025 og þetta mun vera þáttur númer 117 af hlaðvarpinu Söguskoðun. Við vorum hér í síðasta þætti að ræða saman Júgóslavíu. Þá tókum við seinnipartinn af umræðanum okkar sögu Júgóslavíu og eins og kom fram hér í síðasta þætti að þá sjáum við fyrir okkur að það muni koma þriðji hluti þessa þríleiks þar sem við tökum kannski borgarastyrjöldina fyrir og upplausn Júgóslavíu. En það verður ekki í dag. Hvað ætlum við að tala um í dag, Ólafur minn? Við ætlum til fornaldar og bara ræða svona almennt hvað fyrirbrigði þetta var. Þessi, já, það sem að kallar, hellenisma. Við kallum það nú ekki neitt annað á íslensku, það? Nei, hellenismi held ég hljóti að vera í lagi að segja. Ég er svo lélugur í að googla eða að leita þessum íslensku hugtökum oft. Já, ég nefnilega hef reynt að gera svolítið effort í því oft. Já. Ég safnaði mér íslenskum sögubókum bara svona almenns eðlis við gott að eiga þetta og svo blaða ég upp því þetta eru til þessi góðu íslensku hugtök þessa heimsögulega atburði eins og þið frábæra orð hvað er það að kalla þetta selevkítar selevkítar einmitt Ég vissi ekki að það væri íslenska hugtaki fyrir Seleucid Dynasty. Sama hér. Selevkítar. Já, það var ég að læra það. Ég hef aldrei lesið neitt þetta á íslensku þannig að maður verður svo samdunað og lesa, enskar heimildir þannig að ég spá oft ekkert í því en það er auðvitað mikilvægt og sérstaklega hérna náttúrulega í íslensku hlaðvarpi að notu þessi hugtök. Það skiptir þetta miklu máli. Já, það er mikilvægt. Halda þessu gangandi. Já, við tökum ábyrgð á þessu. Halda þessu tungumáli gangandi. Nákvæmlega. Nei, við ætlum að ræða þetta fyrirbrigði, hellenismi og hvað það var. Og já, ykkur bara byrja á kannski ártölum. Af því að hellenismin er mjög svona stuttumáli sagt. Getum við sagt að hellenismin sé þessi blöndun og áhrif þá grískrar menningar og menningarstrauma í því sem í dag eru Mið-Austurlönd, Persía, Egyptaland, þessar þjóðir, semítar í Tyrklandi, Sýrlandi, einhver slíkt. Og þetta er oft miða við Alexander Mikla og hann þá lést 323. Er þetta ekki alltaf miða við það? Jú, hellenisman, það miða við hann en allan þegar þú segir hellenismin já, en svo þetta tala meira grísk áhrif þá er það auðvitað mikið eldra því Grikkir auðvitað höfðu verið að stofna nýlendur hér og þar Miðjarðarhafið og
og þá þannig þessi grísk áhrifu fyrir Alexander mikla en sérstaklega með því að hann leggur undir þessi persaveldi og það eru Grikkir eða Makedóniumenn sem taka við og byggja upp þessi hellenísku konungsdæmi, þá náttúrulega verður ennþá meira af grískri menningu og grískan til dæmis verður alþjóðatungumálið og slíkt. Við getum auðvitað nefnt það þetta kemur orðinu Hellen sem þýðir grískur eða þetta var orðið sem að Grikkir notuðu sitt þjóðerni. Já, og orðið sem þeir notaði í dag. Einmitt, og náttúrulega þegar við tölum gríska sögu þá þetta tala maður hellenismann sem ákveð tímabil í grískri sögu, en þetta er auðvitað líka notað í svona fornaldar sögu þegar við skiptum henni upp í tímabil. Þá getum maður stundu tala helleníska öldin eða helleníska tímabilið sem þá einmitt tímabilið eftir dauða Alexanders 323 fyrir Krist og þú getur sagt í rauninni tímabilið fram að öld Rómarveldis og svo ef þú ætlar að setja eitthvað ártal á það þá er oft miðað við dauða Kleópötru árið 30 fyrir Kristi, það ekki? Jú, 31. Þegar að Ptólemiska Egyptaland fer inn í Rómaveldi og svona ringurinn er fullkomnaður. Já. Mare Nostrum er orðið til. Já. Og þá er ekki lengur neitt svona. En það má auðvitað bæta því við að, eins og þú segir, gríska áhrif, menningar áhrif, þetta voru mjög, var fenómen náttúrulega fyrir Alexander, eins og þú kemur að, mikilvæg útflutningsvara alveg líka fyrir Alexander, og svo þetta þó svo Rómaveldi taki yfir, þú veist á fyrstu öld fyrir Krist, að þá heldur auðvitað grísk menning áfram að vera ráðandi í austurhluta Miðjarðarhafs algjörlega margar aldir áfram. Já. Og í rauninni má segja að það sé þannig alveg fram að Múhameð. Já, algjörlega. Og þá erum við að tala 7. öld eftir Krist. Já, en þess vegna auðvitað, ef maður ætlar að reyna að takmarka þetta, þá auðvitað hellenismin er þá þetta kjarna tímabil, en svo auðvitað eru þessi grísku áhrif náttúrulega heilmikil bæði fyrir og eftir það tímabil líka. Einmitt. En við ætlum þá fyrst og fremst þá að svona ræða þá einmitt þetta tímabil þá, dauða Alexanders mikla og fram að orustunni við Actium þegar Kleópatra og Marcus Antonius töpuðu, eða Mark Anthony. En þetta er auðvitað bæði, er þetta notað auðvitað í menningarsögu. Við tölum náttúrulega hellenismann sem svona menningarsögulegt tímabil sem við sjáum í list, í fornleifafræði, í arkitektúr og í þú veist, hinn á þessu þannig. En svo er þetta líka pólitískt tímabil, því að þetta er auðvitað tímabilið þar sem að arftakar Alexanders og arftaka ríki veldis Alexanders ráða lögum og lofum í Miðausturlöndum. Einmitt. Byrjum að þessu Alexander þá. Já. Það voru svona umdeilt. Hvað var það Alexander mikla, hvað hann ætlaði sér? Og það hafa verið skipta skoðanir. Og sumir náttúrulega hafa litið á Alexander sem þennan, já, við höfum náttúrulega talað Alexander, sumir litið á hann náttúrulega bara sem stríðskleppa mann og algjöran viðbjóð. Aðrir litið á hann sem einmitt, hvað við segja, umburðarlindan mann sem vildi brúa bílinn milli austurs og vesturs og vildi taka inn meira persneska áhrif og búa til einhvern svona nýja menningu upp úr því, það sem var svona meira fjölmenningarlegt og eitthvað slíkt, og svo náttúrulega allavegna skoðin þar á milli. En það sem er náttúrulega eftirtæktavert með Alexander og er raun og veru ótrúlegt er að hann undirbjó í raun og veru ekkert arftaka sinn. Hann skipulaður voru illa hver ætti að taka við. Hann var lengi, það var seinna að giftast, hann var seinna að eignast lögmetan erfingja. Og þetta auðvitað náttúrulega var þá hluti að því einmitt að þegar hann lést síðan 323 að þá var hann búinn að giftast og hann átti til með son sem var réttmætur erfingi en
áður en sonur hans tók við þá var það hálfbróður hann sem erði ríkið en hann var þroskaskertur að einhverju leyti þannig að hann var engin leiðtogi og var bara svona brúða annara þannig að honum var síðan bóla frá völdum og síðan var sonur hans Alexanders við völd þarna einhver skamma tíma en hann alltaf var bara lítið barn þannig að það sem áhugavert að þessi hersöðingjar hans voru sérstaklega að svona að berjast út á endanum en fyrst í svona valdabröldu að reyna að koma staðið hvað ætlum við að gera af því það lá ekkert þrengt fyrir ætlum við að halda saman þessu eina ríki átt að vera eitt stórt heimsveldi hver á þá að erfa það hver á að stýra þessu eða ætlum við að brjóta þetta upp og mynda sjálfstæða ríki sem síðan var raunin það var síðan það sem gerðist en þetta tók töluvert langan tíma og það tók langan tíma fyrir þess að hersöðingja hans til dæmis að lýsa sig sem konunga en aðeins bara svona kontekst Alexander auðvitað náttúrulega mesti herforingi fornaldar gríðarlegur hernaðarsnillingur eins og stundum lýst og hann auðvitað kemur frá Makedóníu sem var náttúrulega grískt menningarsvæði og leggur undir sig Persaveldi á mjög skömmum tíma og mér enda dettur í huga því vorum að tala Múhameð hérna daginn að það ákveðin svona líkindi að vissu leiti hérna með þetta að þú ert með svona eitthvað svona rosalegan her leiðtoga sem að næra að taka yfir svona stóran hluta af minnum þekkta heimi á mjög skömmum tíma og stofna ríki og það hefði nú bara vantað upp á ef Alexander hefði getið orðið guðleg fígúra því að hann náttúrulega svona síðustu árin hans þá þetta fór hann að móta með sér alls konar svoleiðis hugmyndir hann gerði það fór að til dæmis láta dýrka sig sem guð þú veist, var að láta alla kissa tætnar á sér og kasta sér í gólfið og hann héldi fram að hann var ekki sonur Filippusar annars heldur var sonur Seifs einmitt móður hans héldi líka fram og svo fekk hann þá hugmynd að hann væri sonur Amons var það ekki? Jú, og það líka dæmi þennan hellenisma, það Seifur Amon einmitt, það sem að líka blanda saman góðum það til sko mynd það sem að hann er það sem hann er með svona hrútshorn það er hann sýndur sem sonur Amons Seifs en já, maður hefur heyrt alveg að hann hefði haft svona einhverjar hugmyndir óðalega svona megalomanískar hugmyndir að hann ætlaði að sjóða saman öllum menningunum í gamla Persaveldi og Persaveldi þetta var mjög svona multikulti land eins og Herodotus lýsir svo skemmtilega þegar hann talar innrásina ég veit ekki hvort að maður stættir í tölum það hann lýsir öllum svo komu Fönikíumennirnir og svo komu Partharnir og svo komu Egyptar og svo komu Númibíumennirnir þetta var mjög stort svona fjölþjóðlegt ríki allavega þjóðir og hann til mér skipti þarna herforingina sína einhverjum persneskum prinsessum eða hefðakonum og ætlaði sér greinilega eitthvað að hræra þessu saman eitthvað Já, því þú sér allir líka með hirðina og það er líka svona lykilatriði í þessu og það sem einkennir sérstaklega þetta tímabil og hellenisman þegar við erum að tala hellenisman og þetta tímabil það var einmitt hirðin og til dæmis þessar persnesku prinsessur og voru til dæmis sendar í grísku nám og voru helleniseraðar og það er náttúrulega sýnir þá auðvitað að þarna er náttúrulega ákveðin hugsun auðvitað á bakvið verkefnið auðvitað, það verður að reyna einhvern veginn að sjóða saman en það sem er svo áhugavert samt líka með Alexander er að á sama tíma sem hann var að hugsa eitthvað slíkt að það voru samt líka allir þessu ódæði sem hann framdi og óþarfi brenna borgir og drepa fólk og drepa bandamenn sína og svona og hann er svo hvað að segja hann á sér svo margar hliðar og það er alltaf hluta því líka af hverju maður getur fengið svona margar mismunandi sögur hann af því ég lesið allt frá því að tala herkennskuna og snildina á vígvellinum og svo aðrir sakfræðingar sem að benda á hann hafi verið afleitur herforingi
Einmitt. og einn ástæðan fyrir að hann hafði alltaf unnið var bara vegna þess að herinn var svo góður, hann var svo mikið betur en allir aðrir, Einmitt. en fórnaði oft og misti mikið fleiri en hann þurfti. Svo náttúrulega auðvitað, hver og einn þarf það auðvitað bara kynna sér allt efnið og myndi sér sína skoður, en það allan eru mjög margar mismunandi sögur hann. Einmitt. En einhver síður, einhver sannleiks kjarni auðvitað í flestum af þeim. Já. En sérstaklega þessi hirðu, það var sérst áhugavert fyrirbrigði því auðvitað þessi gríska menning, og þá erum við að tala hellenisman eða Grikkina fyrir þetta, fyrir Alexander mikla, það voru auðvitað mjög mismunandi hvernig þessum samfélögum var stýrt. Þú varst með venjulega borgríki, sum borgríkin voru sérstökir svo Sparta með 2 konunga og líka með ákveðið svona ráð sem meira segja að við kalla svona vísa einhverju þingi, svona öldungaráð. Hvernig voru 2 konungar í Spörtu? Það var alveg sérstakt kerfi að það voru það ákveðnar þessar 2 konungsættir eða fjölskyldur sem fóru með embætti og síðan var því stýrt, það var einhver, ég veit ekki kalla kannski stjórnarskrá, en það voru allavega hefðir og reglur sem stýrðu því hvernig það væri, mjög sérstakt kerfi. Og ef þú ber það allir með saman við Aþenu og lýðræðið, þar sem allir frjálsbortin karlmenn yfir ákveðin aldur gátu kosið, á öðrum stöðum varstu með einræðisherra, það var kannski einræðisherra sem var valinn eða einhvern veginn komst til valda og stýrði því. Despot. Já, eða tyrant og despot og eitthvað svona, og sumstaðar varstu með eitthvað svona öldungaráð eða sem aðalsmennirni stýrðu, eða jafnvel ríkir verslunarmenn. Og þess vegna er svo mikill fjölbreytileiki, svo náttúrulega eru mismunandi mállýskur og slíkt, og þess vegna náttúrulega gríski heimur náttúrulega var voðalega svona hvað maður segja fragmenteraður, og það er alltaf líka grunnhugmynd sem kom fram, þessi panhellenismi, að þetta er eina samina alla Grikkina ætti að vera saminaðir, og þetta persastriðir höfðu alltaf gífurlega áhrif þar. Já, þjappa saman. Já, og það sem er líka áhugavert eru þetta að Makedóníumenn alltaf voru ekki Grikkir. Nei. Og makedóniska allir með það ólík grísku að þú skilur ekki tungumálin. Líka í fornöldinni. Já, en engu að síður þá voru töluðu margir þeirra grísku vegna þess að gríska náttúrulega var kannski svona hámenningin. Já. Og aþeningar til dæmis, aþenumenn og kórindumenn og þessir svona kjarnasvæði Grikklands lítur alltaf niður á makedónumenn. Þeir voru villimenn á norðan. Já. Og makedónumenn lítur niður á Grikkina. Út af því að það voru mismunandi siðir og venjur, eins og til dæmis hvað að segja það þessar venjur til dæmis aþeninga að vera með ungum strákum. Já. Það var ekki karlmannlegt og var ekki tíðkaðist ekki hjá makedóniumönnum. Það var hluta karlmennskunni að vera með konum og eignast eins mörg börn og gast og sofa hjá eins mörgum konum og gast. Það varst alveg karlmaður. Og þessu Filippus, hann var svolítið svona, maður sér hann svolítið fyrir sig svona svo að Robert Baratheon, svona þannig típa. Já, það er þetta mjög góð samlíking. Já, það er mjög góð samlíking. En er þetta kannski enn eitt dæmi svona outsider sem að kemur og verður svona svaka leiðtogi, þú veist, eins og með Napoleon og Hitler og Stalin. Já. Og það er svo mörg dæmi svona gauðra sem að já, einmitt. Og þú veist, svo ertu með Alexander sem kemur þá frá þessum svona menningarlega útnára. Já, einmitt. Það er mjög góða punktur. Og verður síðan auðvitað mesti leiðtogi Grikki allra tíma. Já, og auðvitað Grikki í dag, þetta er áhugavert að með strákur hjá mér í hernum núna, en þetta aðstoðar maður okkar í okkar herprestana. Ja. Og hann til dæmis frá Gríklandi og hann lítur mjög upp til Alexanders allavega, hann ólst upp í Gríklandi fyrstu árin og hann áhvert að tala við hann einmitt þetta að Alexander mikli, sko, hann er algjör hetja í Gríklandi. Já. Og skólakerfið og námsefnið endurspeglar það. Já. Þetta barst í tal vegna þess að ég var með kennslu hérna daginn sem ég var einmitt að tala stríðsklæpa Alexanders mikla og var að nota hann sem dæmi ýmis ódæð og slíkt. Hann kom alveg fjöllum strákur, hann hafði aldrei heyrt talað það var ekki kent í skólum í Gríklandi.
Nei, en það samt, ekki svolítið verið að teygja lopan með því að vera að tala stríðsklæpi, eitthvað sem gerist 300 fyrir Krist. Borgin gefst upp og sendir menn til þess að mæta þér og tekur opnum örmum og þú drepur sendimennina og brennir síðan borgina. Það þótti líka mjög sérstakt á tímum Alexanders mikla. Nei, ég meina þú ert að yfirfara stríðsklæpi sem er svo nútíma fyrir hugtak, sko. Nei, ég ekki bara að gera það, ég er líka að tala út frá hans samtíma. Þú ert að tala ódæðisverk í hernaði. Já, og það var líka að hafa það í huga, það hafa alltaf verið reglur í stríði. Já. Þú veist, allan í okkar heimsluta, meira þess að Júlíus Caesar var ákærður og sakaður að brjóta stríðs lög. Náttúrulega ekki kalla, þú veist, alþjóðarétti eitthvað slíkt, en jú ákveðna svona hefðir og venjur. Já. Í til dæmis hernaði sínum í Gallíu, þar sem hann náttúrulega drap 1/3 eða jafnvel helming allra íbúa Gallíu. Já. Og það var til dæmis eitthvað sem var notað gegn honum heima í Rómaborg. Já. Að því við sumir sjá oft fyrir sér að þú veist, áður fyrir hafi allt verið leyfilegt, en það var ekki þannig. Það var saman eins með Napóleon þegar hann var að taka af lífi stríðsfanga í Egyptalandi. Og þá var það var litið á það sem ódæði líka í hans samtíma. En allavega þannig að það auðvitað sérstaklega áhugavert að Alexander auðvitað þessi svona utakarsmaður að gefa frá jaðrinum og jú, þeir þurftu auðvitað að berja aftur á Grikkjónum til þess að halda Grikkjónum í ríkinu eftir að pappans lést og svo auðvitað leggur hann Persaveldi og þá náttúrulega voru engar skýrar reglur og línur hvað ætti að gera upp úr öllu þessu og þá náttúrulega auðvitað getur maður náttúrulega gert heilan þátt bara að tala þá valdabaráttu, hvernig hersöðingarnir deildu sín á milli og hvernig það var notuð hálfbróður hans og hvernig sonur hans var notaður og slíkt, en það sem að gerðist auðvitað í stuttu máli var að þeir hver af öðrum lýsa sig sem konunga. Já. Og það eru fyrst og fremst svona 3 ríki sem rísa upp. En áður en það gerist þá var búið að skipta þessu upp í satrap. Já. Það var svona persneskum sið. Jú. Og þetta kallað diadokki, það ekki, sem gríska orðið yfir þessa. Það hefur yfirleitt verið kallað herfóringi, ég hef líka séð þetta kallað diadokkar. Já. En það var búið að skipta þessu upp í mörg svona satrapi. Þannig að allir minnst þeir fengu þarna, þú veist, Ptolemæus var búin að fá Egyptaland sem satrapi áður en að hann. Já. Þannig að þeir voru fyrst mjög margir, ég er með kort hérna þessu. Já. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sýnist mér hérna svona fljótt talið. Og þetta tímabil náttúrulega eitthvað, þetta tók einhver áratugi. Já, áratugi, hvort það var einhver 20 ára tímabil, nú man ég ekki nákvæmlega. En það að þessi ríki mótast, þar sem að, jú, öll þessi minni minni einingar, satrapíen, en upp úr þeim ríkja þá sem Makedónia þá með Grikkland og evróska hlutan, svo ertu með Selekvítana sem þá Sýrland, fyrst og fremst Sýrland og það sem Írak í dag. Já. Og hluta Persíu og síðan Tyrkland, vísirað ríki var það sem í dag Tyrkland eða Litla Asía, það mistókst. Fjall fyrir Selekvítum og svo náttúrulega voru Ptolemæjar eða Ptolemæus í Egyptalandi Einmitt. Og svo náttúrulega byrjuðu þessi ríki náttúrulega mikið að berjast auðvitað sína á milli og deila til dæmis Ptolemæus og Selekvítar voru mikið að berjast til þessum Palestínu, hver ætlaði að ráða þar og Sýrlandi og þá náttúrulega berjast þeir ekki bara með hernaði, þú veist, það ekki bara hermaðurinn sem háir styrjöldurinn, heldur líka ákveðnuleiti fræðimenn og það er náttúrulega sem líka áhugavert með þennan hellenisma að það ekki tilvílun til dæmis að Ptolemæus og hans erfingjar voru mikið að hlaða undir fræðimennsku í Egyptalandi vegna þess að það var náttúrulega virðing í því þetta, þú veist, prestige og þessi svona aðdáun og þá sjáum við það til dæmis í hlutum eins og sem hefur auðvitað verið stórlega ýkt en engu að síður, þú veist, bókasafnið í Alexandríu vitin í Alexandríu bjóða hinum og þessum kennurum og fræðimönnum að koma og halda fyrirlestra og kenna og allavega svona menningar áhrif líka. Einmitt.
Og svo náttúrulega færði líka fyrirbrigði sem svo áhugaverð eins og bakteríu sem í dag Afganistan Já, sem var þá líka sjálfstætt ríki ákveðin tíma þar sem hún sérð blöndun af til dæmis þar búddísk áhrif og hellenismi og það sem er sérstaklega áhugavert það er að sjá búddastyttur í grískum stíl það er mjög áhugavert ef þú ímyndaði búddastyttu hvernig hún lítur út þá er það svo allt öðruvísi þegar það eru grísku áhrifin algjörlega. En þetta var þarna grískt konungsríki í því sem í dag Afganistan Mitt maður hefur séð þær, þetta eru svona þessi andlitsdrættir sem eru svona augljóslega indvest svona mótíf og síðan ertu með svona þessi smáatriði í hárinu og skeggjun og svona sem er alveg augljóslega grískt sem að maður þekkir frá svona grískum styttum og svona sem er áhugavert sko, baktería og svo líka bara skjóta eins og Kandahar sem er jú stór borg í suðurhluta Afganistans sumar kenningar haldaði fram að það sé einmitt eina af þessum 20 Alexandrium sem Alexander stofnaði Já En ef við tölum aðeins sko við getum algjörlega, ég heldur að kannski tala um þessi ríki fyrir sig kannski af því þetta náttúrulega svæðið sem nær frá Makedónia, það sem Makedónia, Albania og Grikkland í dag og alla leið austur að Indusdal gríðalegt landflæmi og þú nefndir auðvitað þessir herfóringjar að díadokkar eða hvað við kallað á arftakar Alexanders sem að voru að berjast völdin og þá eru líka minni grísk ríki sem að koma fram hérna í Grikklandi og Litlu Asíu út með Pergamon til dæmis út með Ródos, það var mikið svona verslunaríki náttúrulega risinn frá Ródos hann einmitt reistur á þessum gullaldar árum Ródos eitt af 700 veraldar mörg reyndar ekki það voru fleiri, vitin í Alexandríu líka 700, eitt af 700 veraldar og kannski eitthvað fleira frá þessum tíma hvað var eftir þetta í Pergamon sem var svo merkilegt? Já, bókaframleiðsla og pergamentið sem þessi skinnhandrit parchment, Pergamon var ekki líka hérna Halikarnassus Mystery Safes, já það í Ólympíu hann er enda byggt sko 435 fyrir Krist Já, en Halikarnassus er saltkjötstaðir í hérna syður Tyrklandi þar allan var líka mikið mystery til heiður seifi en það byggt reyndar fyrir dauða Alexanders 351 fyrir Krist þannig að það eru rauninni bara 2 af 700 fornaldar eru byggð á þessu tímabili sem við bara talum þær Ródos risinn og vitin í Alexandríu en já einhvað séð 2 af 7 það er alveg já 2 af 7 það er ágætt en það er alltaf gífurlega mikið menningarstarf sem átti sér staðu á þessum tíma því það sem ég finnst áhugaverðast við hellenismann það eru auðvitað þessi grísku áhrif að með þessum herjum Alexanders auðvitað að það dreifist grísk menning ennþá meira þannig að þú ert með gríska tungu á öllu þessu svæði sem alþjóðamálið, bara rétt þess að enskar alþjóðamálið í dag eða franska var alþjóðamálið áður fyrr eða latína eða hvað það Já. Og svo líka önnur menningar áhrif eins og til dæmis leikhús okkur finnst leikhús kannski vera sjálfsagður hlutur en leikhús enga veginn sjálfsagður hlutur gyðingar til dæmis eiga sér enga leikhús menningu ekki í fornöld og orðin svo til dæmis persóna ég nota þó sem dæmi persóna jú latína og kemur af persóna sem þýðir gríma hvers konar persóna ertu? Hvaða persónu einkenni ertu með? Að þú spáir í þessu orði sem grímu þá hvaða grímu ertu að setja upp núna? Hvaða grímu ertu að setja upp? Og það og þá gerir maður sem betur grein fyrir líka hvers konar samfélagi við erum í þú veist að við spilum öll með vissmöndu hlutverk og sérstaklega þá í samfélagi það sem upptekið af því og setur á svið þar sem að
leikarar fara á svið og að setja upp mismunandi grímur og leika eitthvað og þykjast og gera eitthvað það ekki tilvíðun til dæmis að Hollywood og bíómyndir eru svona vinsælar hjá okkur þetta hluti af okkar menningur sem á sér mjög forna rætur á meðan í öðrum menningarsamfélögum hafa kannski aðrar hlutir verið mikið meira í fókus Einmitt. Svo þetta tóku Rómverjar þessa grísku menningu upp og héldu henni áfram í vestrinu, náttúrulega. Algjörlega. En hérna áhugavert þetta sko að hvernig menningin dreifist svona. Og það auðvitað kannski að hluta til líka praktískar ástæður við á bakvið það, meðal annars að þetta því að þú ert náttúrulega með hérna spurninguna hvernig ætli ég að stjórna þessu og það var ekkert endilega meina ég Alexander, þetta bara þú veist þessir grísku herrar hvernig ætlum við að stjórna þessu gífurlega stóra landsvæði sem að þetta eru náttúrulega forn menningarsvæði með alveg mjög ríka sögu og svona mörg forn heimsveldi sem að höfðu risið og fallið þarna og það auðvitað sko þá ertu auðvitað beita þessari aðferð sko að taka þeir auðvitað breyta ekkert þú veist þjóðin í Grikki þeir auðvitað taka bara í gríska yfirstétt og flytja hana inn og þá auðvitað sér maður sko stóran innflutning ef maður vill nota það orð á grískumælandi mönnum frá Gríklandi til Miðausturlanda til þess að taka þátt í stjórnsýslunni og í versluninni og í hernum sem er náttúrulega það sem þú þarft til þess að hérna keyra ríkið og svo þetta áhugavert þetta með stjórnsýsluna náttúrulega þú veist þú talaður að náttúrulega Grikkland hafi verið alls konar mismunandi tegundir af stjórnsýslu dæmum þar náttúrulega pólisið auðvitað það sem við þekkjum best úr fornu grísku menningunni þetta en þarna var náttúrulega komið á imperium af austurlenskum sið það var svona konunglegt einvaldi sem var sett upp allstaðar og þarna voru kannski fornar borgir sem að höfðu mikið, þú veist, mikla þyngd eins og Babylon til dæmis Persepolis og eitthvað svona og það sem þeir gerðu náttúrulega var að þeir byggu til þessar nýju borgir til þess að búi til nýtt stjórnsýslu setur sem að hvirflaðist í kringum þá en ekki fornu elituna, gömlu elituna og það var þetta nákvæmlega sama við sjáum í eins og við höfum talað með Versali og við höfum talað með Sankt Pétursborg og Konstantinópel og svona ég er að búi til nýtt valdasetur, gamla valdasetrið gamla elitan sko það fallið, það búið einmitt, og þess vegna kom allar þessar Alexandríur hvað voru það margar, 20 eitthvað eða 60 eitthvað allar margir tugir einmitt og náttúrulega bara einu þetta sem allir þekkja og svo náttúrulega Seleukia sem hann stofnaði þarna hvað heit hann Selevkos hvað þannig fyrsti við Tigris mitt í staðin fyrir að til dæmis í staðin fyrir að setja upp stjórnsýslu miðstöð í Babylon og þá býr hann bara til nýja borg sem hann kallar eftir sjálfum sér Antíokia verður líka til á þennan hátt borg sem þetta var bara búin til svona úr engu sko sem að var átti síðan auðvitað eftir að vera mikið höfuból setnar og langt fram að miðaldir og það líka áhugavert að þessar borgir þú veist, sem þeir eru að byggja, þær eru náttúrulega hannaðar eins og gríska borgir þannig að þetta sjá menn auðvitað þegar menn að grafa þetta upp sko, þú veist, þessar borgir eru með svona beinum, svona gritt götum, skilurðu þær eru með leikhúsi þær eru með Akropolis þú veist, þær eru með baðhúsum og öllu þessu sem að Grikkir höfðu í borgunum sínum, gymnasium einmitt og það var svona sami samfélagsstrúktúr eins og var í grísku borgunum og það til dæmis ekki eitthvað sem sjálfsagt því þessi menning til dæmis ekki til í þetta ekki hluti af menningu Íslams þannig að það sem við sjáum til dæmis í arabíska menningu að þegar að arabar síðan leggja undir sig þessar borgir þá þrengja sköturnar og húsin, þú veist, arabísku húsin þau taka meira og meira á göttunum því það ekki hluti af menningunum, þú ert með skrúðgöngur fyrir eitthvað, þú ert ekki með sama opna rými, þú ert ekki með íþróttahúsi, þú ert ekki með sömu agora sömu svona
hvað er kallað svona grundvallar innviði borgarinnar, þannig að það mjög áhvert þannig að borgir eru mjög mismunandi eftir menningarsamfélögum. Hvað er borg? Það mjög áhvert og svo er líka svo sjáum við líka náttúrulega því að það koma náttúrulega líka inn í þetta menningar áhrif frá löndunum sem þeir tóku yfir. Já. Og þetta sést til dæmis líka í borgarmenningu að það hefur verið talað til dæmis að í austrænu borgunum sko var hefð fyrir því að vera með opin svæði og græn svæði. Já. Samber garðarnir í Babylon. Já. Að það veri vinsælt sko að hafa þá. Þetta var ekki eitthvað sem tíðkaðist í grískum borgum en þetta sjáum við stundum sérstaklega í til dæmis eins og Egyptalandi og þar sko þá koma þessi elementi inn í þá eru þeir að blanda saman líka lokal siðum sko. Já. En ef við tölum með þessi menningar líka áhugaverti sem í Egyptaland þar sko helst ýmislegt svona egypskt líka í þessu Ptólemiska ríki til dæmis sko eins og svona síðir eins og múmíur og þetta sko þú veist, maður sér þetta sem maður tala með hana áðan með listina sko, þú veist, þetta egypska handbragð sér maður auðvitað í þessum grísku skúlptúrum frá þessum tíma. Já. Og svona hlutir eins og faraódýrkun og svona það viðgengstu þetta áfram í Ptólemiska kerfinu sko. Já, gerir það. En það gerist það alltaf þegar ein þjóð leggur undir sig aðra þjóða, þá náttúrulega þetta eru áhrif á báða bóa, oft auðvitað meira kannski á annan veginn, en til dæmis líka trúarlega séð, að til dæmis, við sáum það allir í Egyptalandi, að þá verður til nýtt goð, þessi Serapis, sem er það blanda af Ósiriusi og Seifi. Já, þá Seifur og Ósiris og úr þessari blöndu verður til þetta nýja goð sem var mjög vinsælt og eins færði allar þessa svona lokuðu trúarsamfélög eins og þeir sem voru að dýrka og tilbiðja Dionysus sem er þá, Bakkus, það er svona guð hömluleysis og drykkju og kynsvalls og slíkt og það var vinsælt en þetta svona lokaður hópur, það gæti ekki hver sem sem gæti orðið gekk til þess við það. En þú fari líka, þú veist, Isis gyðjan verður vinsæl og vinsælli líka fyrir utan Egyptaland þá. Já, þá líka fyrir utan Egyptaland. En Isis til dæmis kemur frá Egyptalandi og eiginkona Ósirusar og hún verður mjög vinsæl og allir mjög vinsæl í Rómaborg setna mér. En erum við þá að sjá líka egypsk trúarlega áhrif til dæmis þá breiðast yfir Mesopotamíu eða til Grikklands? Já, sjáum það líka, já. Með mitt. Og það sló stór hluti líka þessu svona fræðilegu umræðu og kannski svona deilumálum líka er sko hversu stór voru líka þessi egypsku persnesku áhrif, þessi staðbundnu áhrif, þá líka hvernig austrið hafði þetta áhrif líka á hellenisman og þessa grísku menningu. Og eins sjáum við náttúrulega líka, það voru mikla deilur til dæmis á meðal gyðinga og við sjáum þetta líka til dæmis í biblíunni og í trúar og í textum gyðinga frá þessu tímabili, því þetta var margt í hellenismanum sem virkilega lendi saman við lagabálk Móses eins og til dæmis við höfum dæmi það að einhverju prestar, háttsetti prestar hvöttu til dæmis þá aðra klerka til þess að æfa naktir í íþróttahúsinu eins og var venja Grikkja. Það sem ungu piltarnir voru löðraðir í ólíuolíu. Já, ungu piltarnir og glímdu. Fullorðnu kallarnir og þarna var allir naktir að reyna afl sitt og styrkja sig og herða og dýrt sport. Og þessi stangast sérstaklega í gyðingdónum og þú átt ekki að vera að sýna nektina sko. Það er mjög mikilvægt í Gamla testamentinu, þú átt að hylja nektina og það er mjög mikilvægt í kristindóminu líka. Og það er stór hluta því af hverju við höfum það siðferði sem við höfum í dag, það er svona grundvallar atrið, þú átt að hylja nektina.
og löng saga þar á bakvið og meðan Grikkirnir gerðu það ekki og íþróttaleikirnir til dæmis þar voru með naktur út af því þú vildir sjá alla vöðvana, þú vildir sjá hvað íþróttamaðurinn var vel byggður og flottur og það hangir náttúrulega líka saman með það að það sem fallegt gott þess vegna það allir með svo áhugavert og það tekið fram til að Sókrates því að lýst að hann var sérstaklega ómyndalegur og ófríður reynilega var hann vist mjög ófríður og ljótur sem stangastu þetta á við hvað hann var klár og sjarmerandi að öðru leyti því Grikkirnir mjög uppteknir af því að það sem gott það fallegt það sem líka mjög slæm hugmynd eins og leyti því það náttúrulega mjög þú sérð eitthvað sem óheppinn og ófríður eða afskræmdur einhverju leyti og þú dæmir hann þá sem vondan og slæman endurspegli innræti já, heyrðu, þessi þarna maður glæsilegur og fallegur og velbyggður hann örugglega mjög góður líka gott innræti sem auðvitað passar ekkert alltaf, þú veist, maður verður að passa sig á því að dæmi ekki bókinu út frá kápunni nei og þarna eru með tölverð deilur þar sem auðvitað prestar eða rabbínar voru þá auðvitað að vega að þessum hellenisma og vildu þessu minnst af honum sjá og ennfremur hafa þetta það mikil áhrif og við höfum dæmi það að gyðingar fengu þá lækna til þess að aðstoða sig við að fá forhúðina aftur af því það hægt eftir að það umskorinn þá hægt að skera aftur og draga skinnið fram til þess að búa til nýja forhúð ég skal segja eitthvað það og það þá náttúrulega hluti af auðvitað þá hellenískum áhrifum af því þannig þá virkilega að afneita þínum gyðinglega arfi og þetta auðvitað skiptir mér sérstaklega miklu mála þegar þú ímyndið þú ert í íþróttahúsinu að lifta og hlaupa og allt þetta og allir sjá þetta og getnaðarlimin á hver öðrum og þetta til dæmis hluta því sem Rómverjum fannst svo mikill viðbjóður að því Rómverjar fyrirlítu sérstaklega gyðinga og eina ástæðan var það einmitt umskurðurinn vegna þess í rómverskri menningu og í grískri menningu líka þá það mjög ósiðilegt og villimannslegt að sjá sem sagt getnaðarlimnum en þetta hangir þetta saman við listina því þetta er ástæðan fyrir því af hverju alla grískar styttur eru með lítil tippi af því þú veist hitt völgar, þú veist, það og þetta þú veist, og þetta alveg grundvallar atriði í þessari sögu líka því þetta náttúrulega svo mikilvægur hluti sko einkenna einstaklingsins þetta ástæð fyrir því okkur gyðingar hafa stunda umskurð svo lengi til að skilja sig frá öðrum ég skal segja eitthvað það er kannski ekki alveg það sem þú sást fyrir þegar við varum fyrir að tala hellenisma nei, en við erum allan búin að læra það að Grikkir og það var ekki hluti hellenismannum að stunda umskurð nei, það veitum við allavega já, einmitt og þá svo við einstil og það því að sko íþróttaleikir til dæmis íþróttaleikir, ég ekki viss ég minnist þess ekki að hafa lesið að það sé einhver hluti af Gamla testamentinu eða almennt semítum, nei þá meiri veiði veiði hefur verið alltaf mjög mikilvæg og þú sér það til dæmis í ljóðunum Gilgamesh og slíkt og hjá þessum fornu Súmerum og Babylóniumönnum allt slíkt, veiðin var mjög mikilvæg en ekki þessir íþróttaleikir en það var eins og ólympíuleikarnir og til dæmis þegar Alexander lést og þegar aðrir svona konungar og fyrirmenn létust þá voru oft haldnir sko íþróttaleikir við sjáum það líka til dæmis í Iljónskviðu og þá var einmitt að kasta spjóti og disk og allt þetta og þessar íþróttir sem við þekkjum náttúrulega líka bara í dag frá ólympíuleikunum og þetta náttúrulega mikilvæg hluti þetta líka hellenismans og hafði þetta áhrif á þessi samfélög eins kappreiðar til dæmis með hest og kerru eins og hippodrómið í Konstantínópel setna mér nákvæmlega. Hörru, tungumálið þetta er náttúrulega öld grískunar grískan breiðist út sem lingua franca þess að þú komst að þetta áðan mikið notuð í verslun og í stjórnsýslu þetta en líka þetta í fræðum og það er auðvitað þannig að eins og þú nefndir hérna bókasafni Alexandríu sem að var eitthvað sem að
Ptólemajarnir lögðu mikla áherslu á, það var að byggja upp fræða og menningarsetur og ég var nú alveg til ég að spói hvort að veitu kannski bara taka sérstakann þátt það ekkert Jón, Já, þetta mjög áhugavert endilega gert það sem sagt bókasafnið í Alexandríu sem að náttúrulega brann auðvitað mjög svona lítið vitað það hversu mikið fór forgörðum þar en það er allavega margir sem hafa lýst því að þú veist að þar hafi verið bara 100.000 bóka og alls konar sögur sem maður hefur heyrt af því hvernig Egyptarnir eða Ptólemajarnir lögðu sig fram við það að nota sinn auð sem að þeir öðluðust af sinni miklu verslun sem að náttúrulega Egyptaland var alltaf ríkt svæði til þess að komast yfir rit sem að þeir þá til dæmis þýddu yfir í grísku því að gríska var þá tungumáli sem allir fræðimenn gátu lesið og þetta er svo áhugavert að með þetta sko, þetta er bara runni alveg sama dæmið eins og við erum að gera í dag í núti, eða þess að segjum fræðimenn á tímum Arngríms lærða skiluru voru að gera sko allir töluðu latínu og þeir þýddu fornu handritin yfir í latínu til þess að aðrir fræðimenn getur lesið á latínu sko og þetta gerum við í dag skilur að við þýðum heimildirnar yfir á ensku og síðan skrifum við fræðalitteratúrun á ensku og líka áhugavert eins og ég var að lesa það slímis að Egyptar hefur verið að stunda það víst að fara til Grikklands til Aþenu þú veist þar sem að voru einhver forn rit og bjóðist þess að taka ritin sko með sér til Alexandríu sem þeir ætluðu að skrifa þau upp og svo senda það tilbaka upprunalega handritið sko og þú veist það er þetta góðu díl sko við borgum fyrir uppskriftina og þú veist og sem er svona nákvæmlega sama við erum að gera í dag þegar við erum að borga fyrir að skanna eitthvað skiluru eða transkribera eitthvað skiluru og til þess að varðveita einhver merkileg skjöl og handrit og alveg magnað að hugsa til þess að menna að vera að gera þetta og síðan koma fræðimenn allstaðar að þetta og tala þá grísku sem sitt vinnutungumál, sitt akademiska tungumál í Alexandríu og það verður til að sérstakur dialekt af grískunni sem að heitir Koine eða ekki hvað kallar maður það, kónísk gríska eða eitthvað svo leiðis Koine gríska því náttúrulega bara almenn, það er kallað bara svona almenna grísku en jú, þetta er kallað eitthvað sérstætt íslensku en þetta er bara, þú veist, almenna grískan Þetta er auðvitað líka stundum talað þetta sem hellenísk gríska eða alexandrísk gríska eða biblísk gríska eða Nýja testamentis gríska Nýja testamentir er skrifað á þessu móli og það er og Nýja testamentir er gott dæmi líka þessi hellenísku áhrif því Jesú þetta talaði ekki grísku það er svo deilt menn deilir á hvort hann að tala eitthvað grísku eða hvað það er en að megninu til talaðan arameísku það var samt mjög áhugavert og þeir náttúrulega töluðu það arameísku sem móðumál fylgjendur hans og það var mjög áhugavert og það sýnir náttúrulega stöðu grískunar þegar síðan þessar sögur eru skrifaða niður og þá er gríska valin og það er einstu Páll postuli hann náttúrulega var gyðingur hann talaði líka arameísku það var hans tungumál en jú þetta var menntaður þannig að hann kunni þetta grísku þannig að hann skrifaði hann á grísku Já, en þetta er náttúrulega líka bara orðið sko svona almenna tungumál stjórnsýslu og fræða og verslunar einmitt á svæðinu og þetta er þá einmitt svona nýtt form, þetta er öðruvísi heldur en þessi attíska gríska sem að var meðalans sem er þessi gamla gríska það er þá til margar mállýskur en það er þessi klassíska gríska Já að því séðan það kemur líka inn í þetta attíska gríska það er þetta ákveðna tilvílunur hvað hefur við fengið af bókmenntum og þannig að hún ger líka saman með hvað áherslu voru í samfélagi Spartverjar til dæmis skrifuðu lítið sem ekki neitt en það var lítið niður á það einhver svona bókamenning var ekki vinsæl hjá Spartverjum en aþenningar aftur móti voru mjög uppteknir af því að ræða málin og lýðræðið og allt slíkt þannig þess að höfum við náttúrulega fullt að rítum þaðan Platón til dæmis er gott dæmi það og þetta leikritin ekki minnst og það er þessi attíska gríska
en svo náttúrulega þetta mismunandi blæbrigði og munur á framburði og allan mállýskur og slíkt að þetta náttúrulega svo fjölbreytilegur heimur en jú, þetta þarf alltaf að reyna að standardisera eða að einhverju leti og þessi almenna koingrískan þetta er hluti af því en þetta er alltaf einfaldari gríska. Heldur hún að fengið mikið á tökuorðum úr þessum fjölmenningarlegu svæðum sem að hún var töluð í? Það er mjög góð spurning, ég þekki það ekki. Ég hef ekki heyrt það þegar ég var að læra grísku á sínum tíma. Það minnist þess ekki að við höfum talað það, nei. En það er sjálfsagt einhver tökuorð. Jú, þú veist, paradís til dæmis tökuorð frá, ég man ekki hvort að segja frá súmersku eða akkadísku eða hvað það er. Herru, skemmtilegt að nefnir þetta. Ég held nefnir þetta sem ég var að segja hérna áðan garðana og svona græn svæði í fornum borgum austusins þá var einmitt þetta orð notað það það ekki? Jú. Paradís. Já. Paradís þýðir bara, þú veist, garður. Innilokaður garður, já. Einmitt, já. sem mjög áhugavert. Já. Fornt orð. Það sem gervigreindin geymir fólki. Já, einmitt. Nei, ég er bara rakst á fyrir tilvíðin, það þótti síðan bók sem heitir eitthvað kallað á íslensku Sönsaga. Og hún er skrifuð af manni sem heit Lukian og var frá Samosata og hann var sýrlendingur og Samosata er við Efrat, þetta er svona við landamæri einhvers staðar Tyrklands, Sýrlands og hann er einmitt á gott dæmi þennan hellenisma. Lukian var fæddur reyndar 125 eftir Krist, lést 180 að hann fyrir utan þetta svona klassíska tímabil sem við erum að tala en þetta sýnir þetta samt grísku áhrifin sem þetta lifðu ennþá eftir það en einhvað síður, þú veist það er sýrlendingur þá sem ætla hann ekki tala þá örugglega arameísku eða síraísku kannski vorum til þá einhvað síður og hann skrifaði þá, hann var þá heimspekingur líka og hann skrifaði þá þessa bók sína sem heitir þá Sönsaga sem fjallar þá kallað svona lygar hans og ferðir því þetta er satíra og þetta er ádeila á Heródótus og aðra sagfræðinga sem oft tóku fram ég reyni að segja rétt frá öllu sem ég fekk að heyra og eitthvað svona á meðan að hann byrjar sína bók á og segja allt sem ég segi í þessari bók eru lygar. Það eina sem er satt í bókinni er að allt í bókinni eru lygar. Og svo fjallar bókin þess að þá ferð hans þar sem hann siglir þá vestur fyrir hvað köllum við það? Súlur Herkulesar. Já, Gíbraltarsund. Eða Njörvasund. Já. Jú, Gíbraltarsund. Og síðan upplifir hann þetta til dæmis að hann siglir einhvern veginn út í geim og segir frá baráttu sólarinnar og tungsins eða fólksins sem býr á sólinu og fólki sem býr á tunglinu og barátta þeirra til dæmis Venus og lýsir allan að furðuverum og hann hittir á einum staði konur sem eru eins og vínviður og plata mennina til samræðis við sig og svo deyja þeir við það og lýsir allan svona furðuverum og furðuheimum og hann lendir til dæmis í því að það hvalur sem gleipir hann og hann býr inn í hvalnum yfir lengri tíma. Já. Þekkt stef, einmitt. Og það sem er svo áhugavert er að þetta er hvað maður segja, þetta er sumir hafa vilja kalla þetta fyrstu vísindaskáldsöguna. Minnst það vera fulllangt gengið því það er ekki áhersla á tækni eða slíkt þarna. Þetta er mikið meira eins og ferðir Gullivers. Þetta er það ekki á íslensku. Gulliver's Travels. Hvað er hann ekki bara Gulliver? Það er svona ferðasaga sem Gulliver er að ferðast og hittir einhver samfélagar, eitt af samfélagum með pínulítið fólk. Jack Black til dæmis lék einhverjum mynd, ég held að við gera marga myndir upp úr þessu. Þetta er svona ævintýra, svona fantasy, þetta er svona ævintýra bækur. Einmitt. Og þessi bók mikið meira í þá áttina, hann lýsa furðuverum og slíkt. Er þarna samt
þetta sem við getum ímyndað sér hvað máli skiptir þetta. Þannig ertu þá með samfélag sem eru það velstætt að það að eyða púðri í að skrifa eitthvað svona á pappír og það síðan einhvers þá sem að lesa þetta og þetta svo skemmtun hans samtíma og kannski þetta verið örugglega verið lesið upphátt því það var almennt lesið upphátt á þessum tíma þar sem fólk þá hlýðir á og þannig þá, og líka hugmyndið af hans að ímynda sér að fara út í game og hitta þar einhverjar furðuverur og stríð og gleypt af hval og eitthvað svona og þetta voðalega áhugavert og þarna sjáum við hvernig blandast samanauta þá líka menningarströymar og ekki minnst hvað þessi grísku áhrif voru sterk. En pældi líka, sko, þú veist, hérna ertu auðvitað með eitthvað sögu sem varðveist og hún náttúrulega varðveist af því hún hefur verið skrifuð upp 1.000.000 sinnum. Já. Þú veist, pældi hvað mikið að svona dóti sem hefur verið ekkert varðveist. Já, algjörlega. Þú veist, ég meina, í gegnum söguna, ég meina, menn hafa auðvitað hugsað skil, hér út, þú veist, þetta sagfræði, við þurfum að varðveita þetta, eða þú veist, já, þetta hérna sagfræðirit, eða þetta fræðirit, eða þetta eitthvað sem hefur, þú veist, eitthvað gildi, þess vegna þurfum við að skrifa þetta upp aftur og aftur og aftur, sko, það er örugglega til. Geta alveg ímyndað mér að það sé að fólk hafi oft í gegnum söguna hugsað, herri, þetta er bara eitthvað drasl, það er ekkert að skrifa þetta upp. Já, algjörlega, til dæmis, það er hérna ferðamaður og fræðimaður frá Marseille Marseille í Fraklandi nú eina held ég eldstu borgum Evrópu og var grísk nýlenda á sínum tíma. Grísk nýlenda, já, hvað heitir hún aftur? Marsilia, nei, Googla real quick. Googla, en allavega hann til dæmis skrifaði bók ferðir sínar sem hefur ekki varðveist, en það tilsett eitthvað brot og þá þá mest tilvísanir í öðrum ritum sem síðan vísa í hann og samkvæmt hans ferð samkvæmt honum þá og ferðum hans þá að hann hafa siglt allt norður fyrir Ísland og við jafnvel mögulega siglt það langt norður að hann rakst á hafís og menn hafa alltaf litið á þetta sem bara algjört kjaftaði svona almennt séð í gegnum söguna en á seinni tímum að þá hafa menn haldið í fram að það sé nú einhver meira til í þessu og þá meðal hans hvernig hann lýsir hafísnum kallað þetta til dæmis pancake ice það held eitt af þessum hugtökur sem þeir nota breskulandkunnuðirnir vegna þess að ísinn einhvern veginn myndast þannig að hann minnir á pönnukökur þú fær einhvern veginn svipaða lýsingar hjá þessum ferðamanni. En ég meina þetta auðvitað segir hvort sem þetta satt eða logi, menn þetta segir auðvitað vitnisburður það að menn vissu til dæmis hvað hafís var. Ég meina það er ekkit sjálfgefið ef þú ímyndað að menn þekki bara Miðjarðarhafið. Nei, nákvæmlega. En menn gátu ímyndað sér hafís, þá hljóta menn að hafa séð það eða heyrt af því allavega. Og ég meita það, þá alltaf rauk þá fyrir því að þessi maður hafið þá raunverulega siglt frá Marseille vestur eftir í gegnum Gibraltar og norður eftir til Bretlandseyja og svo áfram og mögulega komið við á Íslandi og siglt eitthvað norður eftir og svo tilbaka. Já, eða þá hann hafi heyrt sögur af einhver álíka, skilurðu? Jú, hann getur líka heyrt sögur af því en það þá sérstaklega tekið fram í þessu að þú veist, hann heldur í fram að hann ferðast þarna sjálfur og svo margir sem heldur í fram að þetta verið lygi því, þú veist, hafís, hvað kjaftaði það? Hörðu, Massalia hét hún. Massalia, já. Massilia, kvöldur rómverður hana. En já, þetta er áhugavert þessi grísku, það sem að Grikkir vissu, sko. Og þetta margar sögur sem eru til af því. Og svo náttúrulega þetta fræðimennskan, hún náttúrulega blómstraði á þessu tíma. Stjörnufræði, heimspeki, læknisfræði, stærðfræði, er það ekki rétt hjá mér? Jú, rökfræði og allt slíkt og það held ég að maður geti sagt svona í stuttu voru hangi voðalega saman við menninguna og fólkið í kringum konungana. Já, þeir lögðu kannski mikla áherslu á þessu hluti, svo til dæmis Ptolemaeus og Ptolemeiarnir lögðu áherslu á þessi mál. Og það talað þegar vorum að tala bókasafnið aðan til dæmis þar var þetta líka museia, heitir það ekki? Safnið sem svona oft talað sem svona fyrirrennari nútíma safns það sem voru að safna curiosities. Já, mitt.
En hvernig var þetta? Voru þetta ekki mitt fræðimenn mitt þarna í Alexandríu sem að og fengu þetta input líka frá, þú veist, Mesopotamíu skilur og Austræn og svona, þetta blandast þetta saman bara rétt eins og í Ameríku þegar allir menningar heimandi koma saman og úr verður kjarnorkusprengjan, skilur Já, algjörlega Já, það er það en er ekki talað þessi þetta breakthrough þarna þegar þeir reiknuðu út miðbauginn einhver stjarnfræðingur sem reiknaði ummál jarðar og það var svo nákvæmt að það var bara einhverjum 50 kílómetrum sem menn síðan komist að sko bara einhverjum 2000 árum setna Já, það var ótrúlegt það var ótrúlegt Rótara líka þetta þegar komið með sameiginlegt tungumál sem er grískan og með nokkuð sameiginlega stjórnsýslu þá er alltaf mikið léttara fyrir hugmyndir að dreifa sér það er náttúrulega þó stór hluti að því þú náttúrulega verður almennilega vegi þannig að einhver hugmyndi getur komist frá A til B og svo náttúrulega ekki minnst auðvitað með hirðina og þú ert náttúrulega með fjármagnið og viljan þá til þess að fjárfesta í það til þess að byggja skóla bjóða einhverju fræðimenni til þín borga fyrir að skrifa handrit þannig að hirðin náttúrulega keyrði mikið af þessu áfram og það er eitthvað sem við sjáum líka á seinni tímum til dæmis á miðöldum stór hluti af því af hverju við höfum allar þessar miðaldabókmyndir sem við höfum frá Íslandi og í Noregi það er auðvitað hirðin konung Skuggsjá til dæmis í Noregi það er náttúrulega bara hún er náttúrulega skrifið fyrir hirðina hinn að þessu ljóð og konungasögur og það veist, þetta er skrifað fyrir einmitt konungin sem getur þá síðan greitt fyrir með góðum gjöfum og eitthvað slíkt einmitt og það er mikið erfiðar að fá að ná fram einhverjum slíkum efnahagslegum hvötum í til dæmis lýðræðisríki eins og Aþenu auðvitað hvað til dæmis að skrifa leikrit og þess að náttúrulega mikið af leikritum en sá hvað til náttúrulega var að miklu leyti út af því að það var keppni hver skrifaði besta leikritið og þá vannstu síðan og fekstu verðlaun og greiðslu fyrir og þá náttúrulega mikill hvati Hérna ertu auðvitað komin út í mjög svona, ef þú talum hvernig búum við til góða hluti og það eru 2 hluti sem þú ert að nefna hérna sem að gilda í fornöldinni alveg eins og þau gilda í dag það er annarkvort opinber stuðningur eða frjálsmarkaður það er það það er algjörlega það Herri, ég fletti þessu upp hérna það var sem sagt hérna grískur stjarnfræðingur í Alexandríu Aristarkos frá Samos hann komst að þeirri niðurstöðu að reikistjörnurnar gengu á brautum umhverfi sólu en svo kenning fekk ekki brautagengi frekar en setna kannski og svo var það stjarnfræðingurinn Ptolemaios mjög frumlegir hann alltaf líka þessi kongar og drottningar í Ptolemeiska ríkinu þeir hétu allir Ptolemeis og Kleopatra gerir þetta mjög flókið kannski reyna að hafa smá svona frumleika. Og svo var það ennþá einföldara því þeir giftu síðan alltaf bræður sínum og systurum þannig að þessi var alveg haldið í fjölskyldunni Já Hans kom með þá kenningu að jörðin veri miðdepill í sólkerfinu og þetta var ekki sannað fyrir á 16. öld og hann hét Eratosthenes landfræðingurinn í Alexandríu sem reiknaði mál jarðar þannig að þetta voru miklir heilar þarna algjörlega og þetta langar við til að taka fyrir einhvern tíma sem þátt Ptolemeiska heimsmyndin og heimsmynd Kópernikusar vegna þess að það er oft gert grínaði í dag sko, hvað það var heimskulegt að trúa því að jörðin sé með alheims og allt þannig en það er nú ekki flóknar en svo að ef þú stendur úti og horfir upp og horfir á sólina þá sérðu náttúrulega þetta að sóli snýst í kringum jörðina það er alveg augljóst það þess sem við tölum það sólar upprás og það sól setur en svo auðvitað það sem að sýnist það sem að við sjáum við fyrstu sýn ekki alltaf rétt og auðvitað trúi ég ekki því að sóli snúist í kringum jörðina en það er samt það mikið flóknara að sanna það en maður heldur og það er allir með þessi stór hluti af umræðunum á allir með 16. öld ástæðan fyrir því okkur Ptolemeiska heimsmyndin hélt svona lengi var vegna þess að það voru bestu vísindin alveg lengi
Já, þú þarft auðvitað að geta sannað þetta sem þú ert að halda fram. Já, þú verður ekki að sanna og til dæmis Kópernik og til dæmis Galileo gæti enga veginn sanna það að sólin myndi ekki snúast í kringum jörðina. Hann gæti enga veginn sanna það að jörðin myndi snúast í kringum sólina. Og þá stóð hlutaði af hverju, það var hlutaði af hverju hann dæmdur, en svo var hann dæmdur meira fyrir aðra hluti, þannig að kirkjan var ekki að halda á ofta ykkur svona vegna þess að stendur eitthvað í biblíunni, það er ekkert kjaftaði, heldur voru þetta lélegari vísindi en aðal vísindakenningin á þeim tíma. Já, kirkjan, þeir voru alltaf svo vísindalega, sko, þeir eru alltaf bara tóku menna lífi fyrir að fara með slæma kenningar, sko. Já, algjörlega, ég gerði það. Verð það ekki gert hann enn þann dag í dag. Hann, James Watson, hann var nú að látast, hann lést núna. Sá sem, það er einn af stærstu vísindamönnum 20. aldar. Hann náttúrulega var brautryðjandi í því að uppgötva var ekki genakóðan. Hann fekk Nóbelsverðlaun fyrir það. En hann var alveg afskrifaður þetta síðustu ævi árin því hann var að tala hitt og þetta innan erfðafræðina sem bannað að tala Já. Það er alltaf að passa sig á sem við tala áður, ég menna vísindin eru köld rétti svo náttúru heimurinn en síðan þetta er náttúrulega mannlegt eðli sem er miklu heitara, hagsmunir og völd og allt þetta. Já, tilfinningar og ekki minnst það tilfinningar algjörlega, en í tengslu við þetta, ég ætla að segja minnst bara aðtilveru punktur í tengslu við þetta að eins og fyrir mig þú veist, þegar maður hefur bara svona yfirborð skilning á hlutunum þá þetta veitum við það náttúrulega að forngrikkir voru rosalega komist mjög langt í vísindum og fræðum og allt þetta, sko, þú veist, og þá sér maður þetta alltaf fyrir sér, sko, Sókrates tímabil, sko, þú veist, aðþenningana og Spörtu, þú veist, maður sér þetta alltaf fyrir sér sem þar, sko, forngrikkirnir í á klassíska tímabilinu, fattur við. En svo náttúrulega, sko, eins og vorum að nefna mikið af þessum fræðilegu og vísindalegu breakthrough kenningum sem að koma frá forngrikkjum eru ekkert endilega frá klassíska tímabilinu, heldur einmitt helleníska tímabilinu og eru kannski meðal annars afleiðing af því að það verður samsóningur af menningarheimum það sem að algjörlega austræn vísindahefð mætir vestrænni vísindahefð og svo framvegis. Og til dæmis litu Grikkir mjög upp til Egyptalands og Grikkir voru mjög móttækilegir fyrir straumum og hugmyndum frá Egyptalandi. Og Egyptaland var í miklu hávegum haft og það var alltaf líka út af því vegna Egyptalandi þetta var svo formt menningarsamfélag og það er mjög mikilvægt að hafa það allir með sig í huga. Grikkir sjálfur litu mjög upp til Egypta. Já. En ef við tölum að þessa pólitísku sögu við erum með þessi ríki, þetta er þess Ptólemiska veldið var mjög stöndugt ríki að þau þetta sé Egyptaland var í einstakri stöðu út af Níl og hvað Níl er stöðu á Gulá í Kína til dæmis er algjör hryllingur. Gulá í Kína er rosalega óstöðug og þú veist aldrei hvernig hún flæðir yfir bakka sína og þegar hún hefur flætt yfir bakka sína þá hefur það verið bókstaflega heimsendir fyrir Kínverja því þá hefur kannski 20.000 100.000 druknað þetta mandate og heaven keisarinn er búin að missa þennan rétt til að stýra, guðirnir er búin að snúa baki við honum samfélagi brotnar upp borgarastyrjöld allt í einhverjum hryllingi og meðan Níl er ekki svona, Níl er alveg ofbóðslega stöðu hún flæðir yfir bakka sína eftir bara árstíðunum. Já, fylgir bara því og þú veist það og hún er ekki hættuleg, það er ekki rosalega flóð sem koma að eyðileggja og ástæða fyrir okkur svo mikilvægt og flæðið bakka sína eru þetta næringin sem kemur með ánni og hún ber fram þennan næringaríka jarðveg sem er þá náttúrulega bara áburður fyrir landbúnaðinn og þetta er skipt svo miklu máli því áveitukerfi til dæmis eyðileggja landið hægt og rólega. Hluta því til dæmis af hverju Írak og Sýrland er svona mikil eyðimörk í dag er vegna þess að menn voru með svo mikil áveitukerfi vegna þess að það er aðeins salt í öllu vatni. Ferskt er líka með aðeins salt og þú ert alltaf að setja ferskt vatn á landið þitt, það hægt að rólega byggist upp saltið og jarðvegurinn verður saltari og saltari og endanum stendur fram fyrir því að þú getur ekki lengur nota jarðveginn. Egyptaland lendir ekki í þessu
Þannig að þess vegna var þetta framleiða gífurlegt magn af korni og matur í Egyptalandi og fyrir þá sem stýrðu Egyptalandi að þá voru þetta skatt leggja þessa framleiðslu og nota hana síðan í eitthvað, byggja píramíta, byggja, stofna bókasafni í Alexandríu, ráða málaliða, byggja upp her, byggja skip og eitthvað slíkt. Þannig Egyptaland var gífurlega ríkt land og það var náttúrulega brauðkarfa með Austurlanda. Brauðkarfa fornaldarinnar. Já. En Egyptaland var ekki útþensluríki á þessum tíma. Þeir voru yfirleitt svona svipað og ég getur ekki verið að það sé, ég hafi heyrt eitthvað staðar svona samlíkingu á þessu svo við Spörtu, sko. Þetta er öflugt hernaðarlega séð vegna þess að þeir nota svo mikið af sínum hernaði í að halda sínu eigin fólki niðri. Þannig að það er erfitt að ráðast á þá, en þeir eru aldrei að fara að ráðast á þig. Getur verið að það sé eitthvað til í þessu? Getur verið, en náttúrulega líka auðvitað landafræðin, því það náttúrulega er mikil eyðimörk, bæði vestan og austanvegin við Egyptaland. Þannig að það er mjög erfitt að ráðast á landið, en engu að síður, ég veit ekki hverju það sætir, en Egyptaland hefur í raun og veru fyrst og fremst verið stýrt af öðrum í nokkuð þúsund ár. Ég man ekki hvernig síðasta egypska konungsfjölskyldan dó út, því það er töluvert fyrir Persa, til dæmis þegar Alexander leggur Egyptaland undir sig, þá er Egyptaland búin að vera undir hæl Persa yfir lengri tíma. Og það var eitthvað sem þoldu mjög illa, því Persar komu mjög illa fram við Egypta. Meðal að slátruðu aprísnautinu og virtu ekki síðu og venjur, þetta þess að voru uppreisnir og mikill óstöðuleiki í Egyptalandi. Já, en svona útlenskar svona valdættir auðvitað, það er kannski, maður getur auðvitað tala það hversu lengi þeir eru útlenskar og hvenær það byrja að vera bara algjörlega innlendar, sko. Já, og því auðvitað var þetta egypska valdælita sem hefur náttúrulega hagaði líka, til dæmis Ptólemaearnir koma þarna, þeir breyttu voðalega litlu og vildu bara halda í sama kerfi sem var. Og það hendaði þetta egypsku valdaelitinu mjög vel og prestarnir gátu gert það sem þeir vildu og tilbeði sitt appisnaut og hvað það var. Og þá var þeir alveg til í að borga skatt og skipti engu máli hvort það væri eitthvað Ptólemaei sem var Grikki eða hvort það hefði verið Egypti og jafnvel plúsaði sig Grikki. En talaði elitan grísku alveg fram að Rómverjum? Já. Til dæmis talaði Kleópatra grísku sem móðumál? Já, ég held það. Ég er nokkuð viss um það. Einmitt. En svo náttúrulega líka þetta hluti af þessu, við náttúrulega verðum að hafa það í huga, þetta náttúrulega voru samfélag þar sem að þau voru tvítingd þessi samfélag, allavega, ef ekki meira. Og það náttúrulega eins sem með Rómverja, það er mikilvægt að hafa það í huga að Rómverjar voru allir tvítingdir, allir menntaðir Rómverjar voru tvítingdir, þau töluðu allir grísku. Og latínu. Og latínu þetta. Og til dæmis það var gert í því á tímum Rómaveldis að ráða gríska þræla. Og grískar, ekki minnst líka og grískar hvað kallum við það á íslensku, svona wet nurse. Wet nurse? Já, wet nurse er enska orðið yfir það er sem sagt mjólkandi konur, af því að rómverskar aðalskonur voru ekki með börnin sín á brjósti. Þannig að þú fekst aðrar konur til þess að vera með barnið á brjósti. Og þá var það allir mest gert með vilja að velja grískar konur, þannig að börnin myndu læra grísku, myndu ekki tala grísku með latneskum hreim. Einmitt, já. Og þetta allir mest, ég verð bara að skjóta þeim, er mikilvægt að gera sem grein fyrir, því ég oft rekst á það, menn hafa haldið í framtíðis á Rómverjarnir hafi verið svo uppteknir af verkfræði og lögfræði og svona kaldir og rökhyggju og þannig, þeir voru ekkert að spá ykkur í heimspeki og eitthvað svona kjaftaði. Og þá er einu rökkonum þú veist, Rómverjar okkur þýttu ekki þessi heimspekirit yfir á latínu, þú veist, okkur höfum við ekki fullt af rómverskum heimspekiritum á latínu. Já, einfalda svari við því er að allir kunnu grísku, af hverju ætti að vera þýðið yfir á latínu þegar þú ert tvítengdur. Ég hef enga þörf fyrir eitthvað sem þýtt úr ensku yfir og íslensku fyrir mig, veist, og þvert á móti, ég myndi alltaf lesa frekar á ensku en íslenska þýðingu vegna þess að ég vil lesa frumtextan. Þá þýðir ekki að Rómverjar höfðu ekki áhuga á heimspeki, þvert á móti, þeir höfðu mikið áhuga á heimspeki, en það sér það í því að þetta var tvítengt samfélag. Já, nákvæmlega. En ok, þannig, þá fell þessi rök alveg það eru Rómverjar, en aftur að Ptólemaeum,
það er auðvitað leiðundi lok þegar að sem sagt Rómverjar þá eru við komin alveg fram á tíma Markúsar, Antoníusar og svona af því það er Rómverjar sem fella öll þessi ríki það er nefnilega það sko, Rómverjar fella öll þessi ríki nema náttúrulega austrænustu ríkin en Selevkítar það er mjög áhvert ríki, það er alltaf stærsta ríkið landfræðilega séð á tímabili en það alltaf minnkar mjög mikið þegar framlíða stundir og svo sagði aðan þetta voru mörg stríð þarna þetta voru sko 4 svona diadokki styrjaldir þarna fram til 301 fyrir Krist og síðan eru þetta fleiri minni stríð og Selevkíta veldið sko þegar það á sínum hápunkti sko þá nær það alveg inn í Litlu Asíu í vestri og alveg niður að Palestínu í suðri og svo alla leið austur til Baktríu og Indusdals yfir allt alla Persíu og það svæði sem í dag Íran en svona þegar framleiðu stundi þá minnkaði þetta veldi alltaf og þjappaðist svolítið í kringum það sem í dag Sýrland og svona kannski lengst af eða svona þegar við hugsum við Selevkíta veldi þá það svona mitt í kringum Sýrlanda sem Antíokkía þá orðin svona valdapóllin í því ríki og eins og við töluðum aðeins áðan með Antíokkíu hún var náttúrulega borg sem var búin til svona úr engu og menn hafa talað að þetta vissuleiti verið óheppilegu staður fyrir borg upp að mörguleiti ekki að því hún svona hálfvegis upp í fjallslíð en það gerir það reynda líka talað að veri auðvelt að verja hana sko út af því að hún svona hátt yfir og þetta kynntust krossfarar til dæmis þegar þeir komu og tóku Antíokkíu og saga Selevkíta svona pólitískt séð getur við þetta séð svolítið svona svipað og við sjáum með öðrum dæmum í sögunni að það svona minkandi heimsveldi sko og svo endar það bara með því að það orðið svona lítið hálfgert borgríki bara svona í kringum Antíokkíu og það hinn ágæti Pompeius hinn mikli sem að batta enda á það á tímum gullaldar Rómverja en ok, af hverju við erum flókið að segja nákvæmlega af hverju þetta ríki af hverju kvarnaði svona úr því þetta náttúrulega mjög viðfemt svæði og mjög svona fjölbreytt svæði og náttúrulega mjög mikið af alls konar þjóðum þarna og það held ég að segja með kjarnin og ekki minnst sér þetta landafræðin líka því Ptólemajarnir náttúrulega nutu mjög góðs af því hvað Egyptalandi vel varið Makedónia það var heimalandið það var kjarnin á meðan í þá Sýrlandi og í þessu dýrunum gamla Persaveldi þá var þetta að reyna að setja bara nýja elítu ofan á gamla kerfið og í gamla kerfinu þetta eru allavega hagsmunir og það er óbúslega langt út frá Antíokkíu allavega til það sem í dag er Afganistan eða Pakistan þannig að það er náttúrulega mjög erfitt fyrir þetta ríki að halda þessu saman og sérstaklega þegar eru þá sterk ríki líka við landamæri þess sem eru að vega að því eins og til dæmis þá Ptólemajarnir frá Egyptalandi og eins Makedóníu menn frá Makedóníu og Gríklandi þannig að stór hlutaði afgrúða sem kvartast alltaf úr hægt og rólega og mér sem sagt að eins og litið að vera svo vonlust að reyna að halda þessu ríki út svona til lengdar þú veist, þetta reyna menn en þá var það mjög skiljanlegt að það hefði ekki gengið betur en svo og síðan auðvitað ertu með þessi grísku það sem maður myndi kalla grísku ríki sem eru þá í það sem það Grikkland og Makedónia og Litla Asía svo við nefndum aðan Pergamon og þú ert með Ródos og þú ert með Epírus Epírus nú og það kemur auðvitað fram í þessum rómversku sakfræðingum þegar við verið að tala þegar Rómverjar voru að leggja undir sig þessi svæði að var það ekki Epírus kongurinn sem að veitti svo mikið viðnám hvað heit hann, Píreus eða eitthvað þannig kemur orðið Pyrrhic Victory að sem sagt vinna sigur sem að kostar þeim mjög mikið sko ég hugsa, kemur það ekki frá jú það var rétt ég var að hugsa um hérna eitthvað vegna Efesus
Perrik Victory, já, það er hérna Pyrrhus frá Epirus, já. Alveg rétt. Nei, í landafræðinni þá sá ég allt inni fyrir mér vesturhluta Litlu Asíu, en við erum auðvitað ekki þar. Við erum í Gríklandi og það sem er Albanía, Epirus. Einmitt. Þannig að þetta var orustanum Askúlum 279 fyrir Krist. Já. Plútark skrifar þetta. Já, svo það er ekki eitthvað að þá leiða ef ég vinn annan svona bardaga þá er þá stríði búið. Já, já. One more victory over the Romans and we are completely done for. Já, mitt. Ég veit. Já. En hérna, já, þannig að þetta er áhugavert. Við kannski förum að nálgast hér seinni hlutan í þettunum, kannski. Jú, því þú veist, auðvitað með fyrirbrigðis og hellenisma, við höfum auðvitað nefnt heilmart, við höfum alltaf talað eins og bókmenntir og fræðimennsku, við hefum alltaf getað að tala meira eins og við hefum getað að tala um heimspekinu auðvitað, stóuspekki og Epikúrus og Epiktetus og eitthvað svona, en við höfum alltaf nefnt svona að mikilvægast það sem jú er þessi grísku áhrif og reynd að koma með nokkuð dæmi um það, eins og til dæmis íþróttahúsin og olíubornu mennina og allt þetta leikhúsið og slíkt og... Það er náttúrulega kannski mest juicy eða svona áhugaverðasti hlutina þessu þetta, sem að kannski við vitum minnst um, það er auðvitað þessu þú sagðir náðan baktería og þessi svæði í Afganistan og það voru auðvitað svæði sem að sko þeir stofnuðu ríki þarna grísk ríki heitir ekki Greco-baktería, getur það ekki verið? Það getur verið. Og þetta er ríki sem lifði held í ykkur 80 ára eða eitthvað. Sko Greco-Bactrian Kingdom heitir það eða grísk-baktriska konungsríkið 256 fyrir Krist til cirka 120 fyrir Krist. Já. Og þetta var þá einn af þessum gömlus satröpum frá honum Alexander. Já. Díódótus fyrsti sem stofnaði það. Nei, hann kom út úr náttúrulega Selevkíta veldinu. Já. Nei, ég man ekki hvað heita nákvæmlega allar þessi konungar maður, þetta er svo endarsnöft og þarf maður að vera með konungalistana fyrir fram að sig. Já, nei, mér sýnist að það hafa klopnað út úr frá Selevkítum, en það sem skiptir ekkert öllum máli, þetta var gríst svona menningarlegt gríst konungsríki. Já. Á þessu sveiði sem er í dag Afganistan og hérna og mér skilst að það sé bara, getur ekki verið að það sé alveg eftir að finna ýmislegt upp úr jörðu meira. Jú, alveg heilmikið. Það er alltaf svo áhugavert með fornleifafræði að það er fyrst og fremst svona okkar heimsluti sem hefur verið mjög mikið svona uppgrafin en það finnst alveg heilmikið af borgum og fornminjum í jörðu sem hefur ekkert verið rannsakað og lítið sem ekkert verið grafiðar. Einmitt. Þannig að ef það loksins kemst ykkur almennilega friður á þarna í Afganistan þá er nóg af verkefnum þar fyrir fornleifafræðinga. Já, þeir segja hérna Ai-Khanum í norðaustur Afganistan, þar hafa menn fundið hérna rústir sem að sýna helleníska borg með grísku leikhúsi og gymnasium. Já, mitt. Ótrúlegt alveg. Já, þetta er líka svo áhvert að þetta er svo framandi í samanburðu við Afganistan eins og við þekkjum þetta í dag. Þetta er svo allt önnur menning og þegar við hugsa Grikki þá er maður ekki að hugsa borg í Afganistan á meðan að þú veist, það er líka hluti af þessum gríska heimi og þessum gríska heimi fornaldar. Já. Að þú ert með grískar borgir allt frá Spáni í vestri til Afganistans í austri. Þessi ég var nú þetta ríki sýnist mér hérna, ég er að hlaupa hérna yfir þetta á hrossavæði, mér sýnist nú þetta að verið tekið þegar við verið hérna einhverjir sem riðust þarna inn og tókuðu þetta yfir. Já. Og þó hélt nú gríska og hellenismin eitthvað áfram sko. Já. Talaði hérna gríska hafi verið opinbert tungumál alveg fram til 127. Já. Fyrir Krist. Já, svona breyting að taka þetta tíma og það er ennþann dag í dag sögur þess efnis
einhverjir, og það fólk í Afganistan sem lítur á sig sem afkomendur Alexanders mikla og hans hermana. Það alveg útrúlegt að svona getur lifa, hvað svona getur lifa lengi maður. Heru, þetta áhugavert. Það eru á svona stöðum auðvitað það sem að sagnfræðin og fornleifafræðin og genafræðin og hinn ýmsu fræði taka höndum saman til að gera fortíðina aðeins bjartari. Já. Það svona eins og við höfum séð til dæmis í Íslandssögunni og talaði stundum hérna í hlaðarpinu. Einmitt. En ég held kannski að við séum þetta sé komið gott hjá okkur í dag. Og þetta svo við tölum hérna náttúrulega merkilegt hvað þessi gríski menningarheimur hefur haft alveg gríðarlega áhrif á alla söguna og svo hélt þetta áfram og hérna var borið áfram í gegnum Rómaveldi, bæði í austri og í vestri og hér eru við í dag en þá tala þetta með hinn ýmsa menningarar sem að við búum ennþá við eftir þetta. Hvert einasta mannsbarn hefur heyrt Pýþagórasarregluna til dæmis. Já, nákvæmlega. Eins og ég var hérna í Oslo síðustu helgi þar til sá ég styttu af hérna Merkúri og Merkúruta eða Hermes verslunarguðinn. Ég ger mér grein fyrir því að fæstir Oslo búar sem labba fram hjá gera sér grein fyrir því að þarna stytta af honum en einhvað síður, þú veist, það var þetta samt dæmi áhrifin. Jú, nákvæmlega. Herru, þá held ég við segjum þetta gott hér af hlaðarpinu söguskoðun í dag. Við þökkum fyrir okkur og snúum aftur í næsta þætti með eitthvað allt annað málefni að ræða. Við minnum hlustundur á vefsíðu þáttarins söguskoðun.com og söguskoðun@gmail.com sem netfang þáttarins og einnig erum við á Facebook og hlaðvörpið með nálgast allstaðar þar sem þú nálgast hlaðvörp. Að því sögðu kveðjum við héðan í dag og við sjáumst fjallhress í næsta þætti. Verið sæl. Verið sæl.